Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við höldum áfram umræðu okkar umhverfismál. Hnattræn hlýnun af völdum manna, hún olli sérstaklega það bil 6.500 dauðsföllum vegna hita í Evrópu samkvæmt nýrri skýrslu faralds- og loftslagsfræðinga. Nú, við höfum sagt frá því eins og fleiri fjölmiðlar að stórauknar líkur eru á að losun gróðurhúsalofttegunda og þessar fyrrnefndu hnattrænu loftslagsbreytingar gætu skert möguleika Íslendinga til búsetu, kipt fótunum undan okkur vegna breytinga á Golfstraumnum sem gæti hikstað verulega. Á sama tíma og sem sagt við erum alltaf að fá alvarlegri fréttir af svona málum og við erum jú með skuldbindingar í Parísarsamkomulaginu, þá mjög mikil umræða til dæmis bara í dag olíuleit og gasleit á Drekasvæðinu. Forsíða Morgunblaðsins undirlögð á því. Fyrsta frétt sem ég las á RÚV í morgun, hún viðskiptaráð að tala tugþúsundi milljarða sem gætu verið í kortunum. Það var umræða á Alþingi þetta núna í morgun og manni finnst þetta eitthvað sérkennilegt. Þetta gengur ekki alveg saman. Ég heyrði í umræðu á Alþingi í fyrra kvöld held ég að hafa verið, þá var Miðflokkurinn með sína tillögu þessi mál að þetta væri stórkostlegt tækifæri fyrir Austfirðinga og þeir tekið að hafa með okkar jákvæða vistbúr að segja, við myndum bara flytja olíuna eitthvað annað þar sem hún brennd einhvers staðar annar staðar og það eins og til dæmis að því ég nefndi Golfstrauminn áðan, það eins og að sumir átti sig ekki á því að sá bruni, hann hefur áhrif á okkar lífsskilyrði hér, hvort sem hann suður í álfu eða hér, en sem sagt svona til þess aðeins að reyna að ná böndum á þetta, skilja hvers vegna þessi umræða fer fram, komin hingað Björg Eva Erlendsdóttir hjá Landvernd. Ertu velkomin. Takk fyrir. Hvað heldurðu að skýri svona þennan, mér líkur við að segja ofsa áhuga sem að hefur hljóms verið í fjölmiðlum síðustu daga? Það bara, ef maður hlustar á bylgjuna, það bara allir, bara heilu dagarnir eru undirlagðir af einhverjum möguleikum á ævintýri sem að bæði rannsakendur þessa hafa blásið af hér á árum áður og ekki sér talað um siðferðislegu skuldbindingar að reyna frekar að kæfa þessar raddir og láta þar ekki vera ráðandi, heldur vera vara við losun. Já, nú erum við hér að ræða þessa mögulegu olíuleit þótt að þú sért kannski að vissuleit að segja að þetta sé eitthvað sem að bara ætti ekkit einu svona þurfa að vera í umræðinni, en þetta kannski svolítið einkennandi fyrir upphrópunarpólitík og upphrópunarfjölmiðlun líka, að ef þú getur komið fyrirsögn þar sem stendur ævintýralegur ávinningur gæti fyllt bara leyfum til rannsókna á olíuleit, að þá sér maður að þetta á hitt skilt við svona alvöru blaðamennsku og heldur ekki alvöru skýrslu, og það viðskiptaráð sem gerir þetta og hljómar þá bara eins og einhver deild í miðflokknum sem ætlar virkilega að slá sig og lofa gull og grænum skógum, og svo þegar maður fer að skoða þetta eins betur þá byggir þetta á svona hinum og öðrum vangaveltum og það öllu snúið á haus og þetta umhverfisvænasta olía í veröldinni ef hún fyndist. Þannig að ég myndi segja þetta að í staðinn fyrir ævintýralegan ávinning þá ætti að standa bara þannig ævintýralegur þvættingur. Því að þetta það, og ég held ekkert að þetta svona bólu umræða. Og ég held ekki að það sé nein sérstök ástæða til þess að taka mikið mark á henni og ekki hugsa hana nema það að það væri kannski mikið tilefni til þess að bæta bæði stjórnmál og fjölmiðlun, þannig að það sé ekki verið að nota dagana í svona bull.
En það finnst mér. Já, mér finnst svolítið mikill munur á því hvort við verjum miklum tíma, orku og einhverju umhugsun í það að velta fyrir okkur, segjum sem svo að það væri eitthvað gullæði í kringum eitthvað nýjan fiskistofn sem væri að nálgast Ísland og eitthvað svoleiðis og hefði engin neikvæð umhverfisáhrif af því að veiða þennan nýja stofn. Mér finnst að það skiptir svolítið miklu máli hvað við erum að tala þegar við erum að tala þennan stórkostlega ávinning. Bara svo ég nefni aftur siðferðislegar skuldbindingar og lagalegar skuldbindingar. Ég botna ekkert í þessu. Nei, nú eigum við eftir að sjá hvort það verður eitthvað, hvort þetta bara bóla sem dettur eða hvort að þetta verður eitthvað meira til umræðu. Nú ný afstaðið umhverfisþing og þar var nú talað meira friðun sjávar heldur en olíuleit sem betur fer. Já. Og það var talað að nú þarf að fara að friða svæði í hafinu. Og það væri náttúrulega kannski eðlilega að ræða það í framhaldinu, kannski verður einhver vitræn umræða í kjölfarið, en eins og viðskiptaráð stillir þessu upp og bara gleypt hrátt, virðist vera alls staðar og tekið upp á Alþingi. Ég heyrði það ekki, en ég get mér þess til að það hafi verið Miðflokkurinn sem að vakti upp þessa umræðu. Í morgun? Í morgun. Já, það var Snorri. Já, tala við Jóhann Pál. Þannig að það kemur heldur ekki á óvart og það mjög gaman að vera í pólitík og geta átt greiða leið í fjölmiðla með því að lofa ævintýralegum ávinningi og ofboðslegum gróða fyrir samfélagið og allt og alla. Auðvitað það vinsælt, en það ekkert sérstaklega ábyrgt og þetta bara að sjálfsögðu á móti allri stefnumörkun sem hefur verið í landinu og viðskiptaráð finnst mér dálítið einkennilegt ráð og áhugavert að sjá að inn í viðskiptaráði eru alls konar fyrirtæki og stofnanir sem að maður myndi ætla að vildu láta taka sig alvarlega og til dæmis í umhverfismálum. Ég skil ekki alveg hvernig þau geta verið þar, eins og Grænvangur, Landsvirkjun, Landsnet, allt mögulegt. Þarna mikið samansafn af fyrirtækjum sem að ég get ekki ímynda mér að geti staðið á bak við þessa skýrslu eða hvað þetta nú sem í fjölmiðlum núna. Ég hóf einganginn á að vitna til mannslífa, 1000 mannslífa sem að töpuðust í sumar vegna hnattrænna loftslagsbreytinga á mannavöldum og mér hið siðferðislega nokkuð ofarlega í huga þegar kemur á því að fjölmiðlar sem að þú hefur aðeins verið að koma inn á að þeir svona taki ákvarðanir og rammi inn sitt, velji hvað á erindi og hvernig og svona. Ég var nú með Stefán Eiríksson útvarpsstjóra hérna í stólunum þar sem þú situr í gær og við vorum að fara svona yfir ýmislegt sem var það Ríkisútvarpið. Ætti maður til dæmis að gera þá kröfu til fréttamanna almannaútvarpsins að þeir stökkva ekki alveg á svona vagna með sama hætti og sumir einkamiðlar að minnstakosti að tala eitthvað ævintýri, gullævintýri. Sko nú það þannig að viðskiptaráð hefur mikinn einhvern þann sess í íslenskri samfélagsumræðu að það á greiða leið í fjölmiðla og það tekið ákveðið mark á því sem viðskiptaráð segir og það kannski ekkert furðulegt miðað við þá sem öll þau fyrirtæki sem eru í viðskiptaráði. Þetta bara atvinnulífið eins og það leggur sig. Þannig að sko, ég ekkert á því endilega að það að sleppa því að fjalla hugmyndir viðskiptaráðs en það þarf hins vegar að gera það á dýptina. Það þarf að skoða þetta gagnvart skuldbindingum Íslands í umhverfis- og loftslagsmálum. Þannig að það þarf bara að fjalla þetta allt saman en það þarf að gera það á yfirvegaðan hátt og ekki þannig bara að þarna eitthvað sem að getur fært landsmönnum öllum ævintýralegan gróða og mikla velsæld í áratugi. Það aðeins svo billegt. Já, og einhvern tímann hefði manni fundist upp á balansinn í svona fréttum að þegar einhvern tekur ákvörðun að segja fréttum þennan stórkostlega ávinning sem getur verið handa við hornið sem þetta ekkert bendi til að sé handa við hornið vegna þess að það eru allavega 2 fyrirtæki búin að skoða þetta og komist að það væri ekkert að finna og ekkert vitið þessum hugmyndum. En
þegar maður sem sagt skoðar fréttu með svona fyrirsögnum ævintýralega návinning, þá finnst manni að bara upp á balansin og þá er ég bara að tala um siðferðislegt álitamál líka, að í sömu frétt ætti að vera einhver hluti fréttarinnar skaðan að bruna jarðeldsneytis og svona markmið og framtíðarspár og allt það. Minnst þetta vanta? Er ég bara einhver gamall kall út á túnni? Sko, við skulum nú spyrja að leikslokum með þetta vegna þess að gott og vel, það er búið að fjalla um þessa skýrslu viðskiptaráðs en umræðan er væntanlega ekki búin. Nei. Og á þessu eru nú heldur fleiri hliðar og það eru líka stefnumörkun stjórnvalda og það hefur bann við olíuleit er líka mál sem hefur verið til umræðu og ráðherra orku og umhverfismála hefur ekki talið ástæðu til þess að banna olíuleit en það er ekkert sem bendir til þess að hann sé fylgjandi olíuleit. Nei. Þannig að nú eigum við eftir að sjá hverju framvindur út af því að þetta með bann við olíuleit er líka eitthvað sem að hlýtur að verða rætt meira núna þegar að þetta kemur upp á þennan hátt. Þá held ég að umræðan það hljóta vakna aftur. Já. Og maður fylgist náttúrulega með umræðu líka í nágrannalöndum eins og í Noregi þar sem er búin að vera mjög mikil þrýstingur á Noreg að opna ekki fleiri olíulindir, draga úr olíuframleiðslu. Ekki getur nú sagt að það gangi vel þar, en það er erfitt að hætta við eitthvað sem að, og þar erum við að tala um fundna olíu fyrst og fremst. En hefðu þið á sínu tíma þegar þú ert fréttamaður á Ríkisútvarpinu, hefðu þið ekki er það ekki svona bara augljóst að maður fjallar einhverju leyti með öðrum hætti einhver fyrirbæri sem eru skaðleg heldur en fyrirbæri sem eru ekki skaðleg? Sko ég held bara að í gamla daga, því að við getum nánast talað um það sem gamla daga þegar ég var í fjölmiðlum, að þá gerðist ekki allt svona hratt. Nei. Og þá voru ekki fréttirnar bara upp leið og þær gerðust eins og núna. Þá hafði maður þó allavega einhver tíma til þess að vinna 2 hliðar á hverju máli og svo kom einhver aðalfréttatími. Núna bara er þetta ekki svoleiðis. En við hljótum að binda vonir við það að áður en yfir líkur sé varpa ljósi á allar hliðar þessa máls. Segðu okkur aðeins betur frá þessari brýningu að sko blaðamenn séu meiri björgum búnir til þess að fjalla umhverfis og loftslagsmál. Þið voruð hjá Landvernd eitthvað að brýna? Já, við í Landvernd við sendum í rauninni brýningu á fjölmiðla að gefa þessum málaflokki sem að eiginlega er viðurkennt af öllum í samfélaginu að er mikilvægasti málaflokkurinn af öllum því þetta bara snýst hvort við getum lifað á þessari jörð til framtíðar. Loftslagsmálin og umhverfismálin. Og þetta er flókið. Alveg eins og líffræðilegu fjölbreytileiki, það er líka flókið og þess vegna þetta er ekki eitthvað sem er hægt svona bara taka í einhverju framhjáhlaupi. Það þarf að gefa þessu gaum á annan hátt, það þarf ákveðna sérhæfingu, það þarf ritstjórnir eða einhverja sem að einbeita sér að þessum málaflokki og það hefur náttúrulega, það eru mörg dæmi það á Íslandi að blaðamenn sérhæfa sig í einhverjum málum og ég bara man þegar ég sjálf byrjaði á Ríkisútvarpinu fyrir mörgum árum þá var þar að finna ábyggilega 5 eða 6 sérfræðingi sjávarútvegi og bara þegar að málum var útdeilt á fréttamannafundum þá vildu allir fara í það. En það var hins vegar svolítið minna sérfræðinga í mörgum öðrum málum. Og þannig ég til dæmis sjálf valdi mér að fjalla svolítið heilbrigðismál og það var yfirleitt bara að kalla sjúkraliðar og haft aftast af því að það var ekki svona áherslumál. Þetta er breyst, sum mál sem að voru ekki töldust ekki vera fréttamál þá teljast vera mikilvæg fréttamál núna og ég veit það og er bara viss það að sko hlutur umhverfismála í fjölmiðlum hann hefur vaxið og hann á eftir að vaxa meira og ég tók bara eftir því að þessari brýningu frá Landvernd var frekar vel tekið af fjölmiðlunum og ég bara vona og ég held að þeir séu búnir að sjá þetta sjálfir og bara vona þessi hvatning frá
Landvernd verði til þess að þeir bara gefi í, en þessi frétt af viðskiptaráði ekkert endilega dæmi það. Nei. Kannski þvert á móti. Manni finnst ofta að þetta sé einhver endalaus átök skammtíma hagsmuna og augnabliksins og framtíðarinnar og framtíðin að gangi illa að koma henni á dagskrá af því að hávaðin í lobbyistum dags í dag fyrir annarkvæmt óbreyttu ástandi eða einhverjum svona sem afvega leiðir okkur gagnvart ábyrgðin í framtíðinni, það verði of yfir þyrmandi. Ég held að við höfum síðast þegar þú varst hérna hjá mér og við vorum fleiri sem vorum að spjalla umhverfismál í víðri mynd, ég held við höfum komist að því að það væri kannski ekki besta hugmynd í heimi að sami ráðherrann gegndi bæði umhverfisvernd og orkumálum og loftslagsmálum. Mér langar kannski að því að ég gleymdi að spyrja í framhald af því síðast sko, á það þá kannski ekkit heldur heima innan sömu stofnunar orkumálin og umhverfisstofnun. Því einu sinni var til umhverfisstofnun hérna en nú hún líka orku. Sko þetta stofnana umhverfi frekar flókið og svo það líka einhvern veginn að það bara svo mikla breytingar búnar að vera að við eigum aðeins eftir að sjá hvernig þetta virkar og núna náttúruvernd náttúrulega víðar af því við erum með sérstaka náttúruverndarstofnun og svo erum við með þjóðgarð sem sérstofnun sem Þingvallaþjóðgarður en hinir eru undir náttúruverndarstofnun þannig að það má segja það sko umhverfis- og orkustofnun þetta ekkert ein stofnun núna heldur en hvernig þetta á eftir að koma út ég treysti mér ekki til að segja það ennþá af því að þetta stofnana umhverfi svo nýtt. Já, það nýtt. En aftur á móti þá Landvernd alveg með mjög skýra stefnu í því að okkur finnst ekki að sami ráðherra ætti að fara með orku og umhverfismál. Nei, einmitt. Sko, af því hún nefndir, við vorum aðeins að tala Jóhann Pál áðan, svona í mýflugumynd sem hefur 3 hatta, hann loftslagsráðherra, hann umhverfisráðherra og hann líka orkumálaráðherra. Hann sagði á umhverfisþinginu sem þú veitnaðir til að þú hefur setið, það að koma fram óhugnanleg gögn og vísbendingar að breytingar á hafstraumum geti gert Ísland óbyggilegt, jafnvel á líftíma okkar eða barnanna okkar. Þetta til dæmis alveg nýtt sko. Hvað geti verið stutt í þetta? Svo við eigum gríðarlega mikið undir því hér á Íslandi að dreigi sér hratt úr losun gróðurhúsalofttegunda og þetta eru sameiginlegir hagsmunir heimsbyggðarinnar allrar. Þetta gott hjá honum, eða ekki? Jú, svo þarf bara í framhaldinu að fara saman hljóðumynd og það hefur dálítið brugðið verið svolítið þannig að síðustu 2 umhverfisráðherrar, Jóhann Páll og Guðlaugur Þór, hafa talað að helsta framlag Íslands til loftslagsmála sé að virkja, hreina, græna orku. Og við erum ekki sammála því í Landvernd að það sé eina bjargráðið og ég vil alls ekki að það sé það nema það sé þá klárt hvernig þessi orka nýtist og öll orkuöflun hefur sinn fórnarkostnað og ekkert bendir til þess að sú mikla aukning sem hefur orðið í orkuframleiðslu hafi nýst á til þess að bjarga loftslagi og umhverfi. Nei, það frekar dapurleg staðreynd. Þannig að það náttúrulega mjög mikilvægt en svo held ég að þessi ævintýra olíuleit passi ekki vel inn í þetta. Nei, en sko Þannig að aftur bendi ég á að það hlýtur að koma upp umræða bann aftur. Já, ef að það verður ykkur alvara í þessu en ég held nú samt að þetta sé mest upphrópanir. Já, en menn hika ekkert við að segja að hér geti orðið orkuskipti á saman tíma og við getum verið mjög ábyrg og frábær og leiðandi í heiminum þótt við hefjum vinnslu á olíu og gasi ef það finnst í einhverju mæli. Akkur segir fólk svona hluti? Í það nú stóri vandinn upplýsingaóreiðan og fólk segir bara það sem því dettur í hug og notar, það náttúrulega mikið gert að stela hugtökum og bara að lesa það í þessari skýrslu eða tilvitnanir í þessa skýrslu í fréttum að þessi olía einhvern veginn umhverfisvæn
Ég myndi segja að þar væri stólið hugtæki sem oft gert. Já. Alveg eins og þegar það notað að talað það að öll orka sem að raforka eða vind eða sólar farið til orkuskipta. Það einhvern veginn svona látið í veðri vaka en það ekki rétt. Nei. Þannig að það alltaf verið að fara svolítið illa með góð hugtök og jafnvel eyðileggja þau. Já, seilast þá sko yfir í vopnabúr umhverju sinna og taka hugtökin frá þeim og skríða sér sjálfur. Er það þessi stólnu? Já, ég menn það öll góð hugtök, menn vilja eigna sér öll góð hugtök og það gera allir. Þannig að núna þú hittir ekki það fyrirtæki sem ekki einhvern veginn talar sig sem grænt og sjálfbært. Nei. En það alveg mismunandi hver sannleikur í því. Já, þessi þingsályktunartillaga Miðflokksins sem flutt var í fyrra kvöld ætli umræðan hafi ekki hafist bara klukkan 9 eða 10 á kvöldi ekki alveg viss. Var það olíuleit? Já. Það kom ekki einn einasti þingmaður upp ef ég man rétt til að andmæla þessum hugmyndum. Það voru þingmenn úr 3 flokkum, ég held að þetta allt sem verið kallar. Þeir voru Framsóknarflokki, Sjálfstæðisflokki og Miðflokki og það bara allir og einu máli það að þetta væri alveg stórkostlegt og gríðalegt tækifæri fyrir Austurland og atvinnulíf þar og hérna bara áfram en sko ég svona hugsaði með mér, já, öðruvís mér á það brá þarna fyrir engin einasti þingmaður upp og segir hætti þessari vitleysu strákar, innanigilegu strákar. Kannski hafa þeir bara sagt það með því að mæta ekki í ræðustól. Það nú gott? Ég skal ekki segja þetta, það hefur greinilega verið á mjög góðum tíma. Já. Og bara trúlega farið fram hjá mörgum. Kannski þetta einhvers konar átakafælni, kannski erum við hrættari við að óhringa á okkur puttana, hérna við að taka orðustur, grípa til landsvara heldur en stundum hefur verið. Hvað segir landvernd við slíkri tilgátu? Ég veit ekki hvað skal segja það og ég veit heldur ekki sko, hvers virði það væri að fara í einhverja stórkostlega sko, umræðu og slagsmál þessi ævintýraplön þarna. Nei. Ég ekkit endilega vissum að það myndi skila neinu. Nei. Hann það kom fram í morgun hjá Jóhanni Páli, við getum rætt þetta út frá siðferðisspurningum loftslagsmál, sagði hann. Mér finnst það mjög gott hjá honum að sko tala einmitt siðferðisspurningar en ekki fyrir að lokinni skoðun og gögnum þessa leit og gögn hafa víst leginir í kassa í einhver ár hjá Orkustofnun eða Umhverfisstofnun eða sameiginlegri stofnun, ég veit ekki hvort með þau lentu. Og nú á að, samkvæmt því sem hann segir, að skoða þessi gögn, senda einhvern mannskap til þess að rýna í þessi gögn og svo ætlar hann að tjá sig aftur áramót held ég hafi komið fram í morgun. Þannig að sko, hvað finnst þér þessi viðbrögð? Er hann ekki, er þetta skynsamlegt, er þetta diplomatískt að bara svona aðeins að vara við því á hvaða leið umræðan en vera ekkert svona vera ekki of ákveðin eða einarður og segja hérna hingað ekki lengra? Ég ætla að segja ekki bara eðlileg fyrstu viðbrögð. Eðlileg fyrstu viðbrögð, já. En einhvern veginn ég bara hef ekki trú á því að þetta sé eitthvað stórmál. Nei. Ég var sömu skoðunar, ég hló bara fyrir nokkrum dögum þegar þetta byrjaði, en þegar ég sé alla fjölmiðla núna, hérna bara frá morgun til kvölds, stökkva einhvern veginn á jákvæðu hliðar af þessu sem eru samt mjög litla líkur á að geti orðið einhver ævintýri, þá mér finnst það mögulega einhver pendull á hugarfar heillar þjóðar, sko. Allavega blaðamannana, þeirra sem hafa dagskrárvaldið. Sko, það góða í þessu að það finnst engin olía á Drekasvæðinu þótt að allir þessir fjölmiðlar rausi ævintýralegan gróða dögum saman. Já. Og aðalatriðið að stjórnvöld haldi sér sem lengst frá öllu svona bulli og séu skýr á sinni stefnu
sem á að vera náttúrulega stefna fyrir umhverfið og loftslagið og þetta gengur í berhögg við það. Já, þetta notaður mannamál. Já, vonandi. Heyrðu, ég veit að þú ert á leið á fund og ég þakka þér kærlega fyrir að reka inn nefið og við höldum og ræða við mig þessi mál. Þótt einhver kynna að segja að það sé fyrir neðan okkar virðingu að ræða þetta mál sem einhver alvöru, þá held ég samt að eins og þú hefur komið inn og það er margt sem við þurfum að vera vakandi gagnvart ýmsu eins og stolnum hugtökum og öðru slíku og ertu bjartsýn á að fjölmiðlar sem sagt hafi tekið þessari brýningu frá ykkur daginn þannig að við getum vænst, hvað maður að segja, vandaðri efnistaka og Já, ég bara tel að við höfum fengið góðar undirtektir við þessu og ég finn það alveg að eftir svona ákveðna lægð að þá held ég að umræða umhverfismál sé að glæðast aftur. Já. Ég er eiginlega bara nokkuð viss um það. Einmitt, en það ekki vanþörf á. Nei, og við vitum það öll. Já, einmitt. Kæra þakki fyrir komuna, Björg Erlendsdóttir. Ekki fara langt, við höldum hér áfram eftir andartak. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.